Sigrún Sævarsdóttir Griffiths keflvískur tónlistarmaður og kemur úr mikilli tónlistarfjölskyldu. Hún hefur í mörg ár starfað við mjög áhugavert verkefni í Guildhall tónlistarháskólanum í London og víðar, meðal annars hér heima, við að virkja fólk í samfélaginu í skapandi tónlistarmiðlun. Hún vinnur með heimilislausu fólki í útlöndum og einstaklingum frá starfsendurhæfingarstöðvum á Íslandi. Í sjónvarpsþáttaröðinni Suður með sjó Sigrún ein af viðmælendum sjónvarps-víkurfrétta þar sem hún segir okkur frá þessu magnaða verkefni. Þegar við hittum Sigrúnu fyrr á þessu ári, sagði hún okkur líka frá því hvernig hún og fjölskylda hennar lenti í hrömmum COVID á fyrstu mánuðum heimsfaraldurs. En þið lentu líka illa í COVID, þið vektust illa í COVID. Já, alveg rosalega. Veiran alveg bara skellti sér inn á heimilið eða hvernig? Já, þetta var rosalegt sko, ég var bara... Þú varst mjög veik? Já, það var bara stóð tæft mig sko. Og það bara gerðist rosalega rætt sko, að á miðvikudegi fæ ég eymsli í hálsinn og einhverja beinverki og eitthvað svona og á mánudegi eru bara sjúkrabílar fyrir utan heima hjá mér sko, þannig að það bara kom 1, 2 og 3. En það hefur verið sko, þetta var ekki það að ég þyrfti að leggjast inn á spítala í öndunarvél eða eitthvað svoleiðis, það lokaðist fyrir öndunarveginn. Ég hafði verið að ströggla við að anda þennan dag og náttúrulega ofboðslega mikið þreyta og orkuleysi sem fylgir þessu. En húsið okkar sem sagt á 3 hæðum og ég hafði verið á neðstu hæðinni og var að undirbúa mig að fara að sofa og þarf að fara upp á efstu hæðina bara því að baðherbergið mitt þar og ég að busta tennurnar og þá sé ég að verða fjólublá í kringu varirnar sko. Og fer niður í stofu til mannsins minn og segir, býtu, ég að verða fjólublá? Og hann sýnir, kveikir á vasaljósinu og símanum sínum og bara, oh my god, þú veist, og svo bara nokkrum mínútum eftir það dett ég út. En hann var búinn að hringja á sjúkrabílinn áður en ég datt út, sko. Þannig að það var svolítið, ég hugsaði alveg með sjálfum, þeir muni ekki ná mér, sko, alveg. Ég var alveg með fulla meðvitund þangað til ég missti hana, en alveg meðvituð hvað var að gerast og ég var ekki að ná að anda. Og við vorum á hold, það var algjört kaos í London á þessum tíma. Þetta bara í mars, þú veist, lok mars, þegar veran í hámarki. 2020. 2020. Og ég svona eiginlega þakklátt fyrir það að við fengum þetta snemma vegna þess að við vissum ekki það mikið þetta, sko. Ég held að maður hefði orðið hræddari núna. En það sem sagt bara, já, ég bara finn það, ég ekki að ná að anda og ég alveg að fjara út, sko. Og ég kíkti á símann hjá manninum mínum daginn eftir að hann var í 13 mínútur á hold, sko. Áður en að hann sambandi við. Þannig að þú veist, það eflaust eru margir sem hafa ekki einmitt náð, sko. En hann sem sagt að tala við sjúkrabílinn og ég heyri í sjúkrabílnum nálgast og þá opnast eitthvað. Og hann náttúrulega alveg í panik, sko, bara þið verðið að koma núna, þú veist, og þá bara allt í einu kemur loftið inn og ég segi, heyrðu, þetta í lagi, ég get andað núna. Þannig að það var eitthvað sem bara lokaðist. Já. Og þegar ég dett út líklegast og hann reisi mig við aftur, það hefur eitthvað færst úr stað. Þannig að það bara var alveg, já, það opnaðist. Þetta var mjög bara traumatíst, sko, fyrir... Hvernig var svo sjúkrahús? Varstu á sjúkrahúsi? Ég fór ekki á sjúkrahús og ég fór á neyðardeildina daginn eftir. Þá var ég komin með svo mikla brjóstverki og aftan í bak og það kom annað sjúkrabílateymi heim til mín, sko, og þú verður að fara, við ætlum ekki að fara með þig inn núna af því að það er kaos, þú veist, það hefði bara ekkert uppnýst, það geti enginn siðið núna, sko. Og þá voru þeir víst bara í röðum sjúkrabílinu fyrir utan, það komst ekki einu sinni með sjúklingana inn, sko. En svo daginn eftir fór ég á neyðarmóttökuna og þeir tóku mynd og þá komið vatn á lungun og þeir gáfu mér fúkalyf og það svona kickstartaði mér í bataferlinu, sko. En þetta var mjög, mjög erfitt tímabil, sko, og maðurinn minn var svona veikur eftir mér líka, þá byrjaði næsta, sko, bara að fylgjast með honum og þannig að það tók lengri tíma fyrir hann að jafna sig, hann eldri en ég og astmasjúklingur. Svo þetta var, já, mjög erfitt. En þetta var þess að þú greindist með COVID, sem sagt? Og ég fekk ekki einu sinni próf, sko. Hvorugt okkur var testað. En svo fórum við í mótefnamælingar eftir og mældumst, þú veist, með mótefni. Og sonur okkar líka sem hafði bara verið að hjúkra okkur, sko.
17 ára og hann mældist með mótefni en ekki dóttir okkar sem var 12 ára þá og svo fekk hún COVID núna fyrir mánuði síðan þannig að við erum búin að klára hringinn. Öll fjölskylda. Já, ótrúlegt. Sýndi verða fleiri þættir í sjónvarpsáttaröðinni í sumar þar sem meðal annars rætt við Loga Gunnarsson, atvinnumann í körfubolta, hjónin Höllu Benediktsdóttur og Hrannar Hólm sem búa í Kaupmannahöfn og eigendur rafverktaka fyrirtækisins Rafholts. Við erum í Ljónagryfjunni. Þetta svona eiginlega þekktasta körfuboltahús, eitt þekktast á Íslandi sennilega. Já. Það bara þannig. Parketti hérna alla tíð sem allir eru ánægðir með og þetta eru hérna eldgamli áhorfendapallar, gamaldags. Þetta ekki nútímalegt, það ekki sæti. En það stemmingin í húsinu. Þetta rosalega, það einhver ákveðin stemming sem myndast hérna sem fæst bara ekki neins staðar í íslenskum íþróttum, held ég. Það eru ófá leikirnir sem að mann eftir að við erum kannski undir 15-20 stigum bara í seinni hálfleik en það kemur eitthvað kraftur bara úr stúkunni sem ýtir okkur áfram og við bara vinnum leikinn einhvern veginn með einhverju ótrúlegu áhlaupi. Og það held ég bara húsið og stemmingin og einhvern veginn áran yfir húsinu hjálpi þó maður kannski maður trúir því einhvern veginn. Við sáum fram á að þegar Keflavíkurflugvöllur opnast fyrir öðrum verktökum þá var ekkert annað en að gera en að henda sér í djúpulaugina sem ég ætlaði aldrei að gera en svona fenginni reynslu þá var þetta bara frábær ákvörðun að taka þetta stök og við byrjuðum byrjað frekar aggressíft við bara fórum á stað með sjálfstraustið og baráttuviljan og fórum að bjóða bara í stór og lítil verk og gekk rosalega vel. Þannig að við náðum að byggja þetta fyrirtæki upp á eiginlega úr engu á rosalega skömmum tíma og erum búin að búa til alveg gríðarlega flottan starfsmannahóp sem alltaf grunnurinn að þessu öllu og frábæran kunnahóp líka sem alltaf lykill að góðum rekstri að hafa kunna sem við höfum gagnkvæmt traust til Grétar einn af gullaldarliðsmönnum Keflavíkur í knattspyrnu sem vann 4 Íslandsmeistaratitla og 1 bikarmeistaratitil auk margra fleiri minni titla á rúmum áratug eða 1964 til 1975. Grétar var á miðjunni og átti skemmtilegan fótboltaferil með Keflavík og lék einnig 8 landsleiki. Keflavík var þekkt fyrir mikinn liðsanda á þessum tíma. Þetta var náttúrulega bara stórkostlegt. Þetta svona eitt af betri tímum ævi minnar. Ég alinn þarna upp og við urðum Íslandsmeistarar fyrst í 4. flokki 1959 og margir af þeim mönnum náttúrulega voru uppi staðan síðan í liðinu 64 og áfram alveg eins og Guðni Kjartansson og nefnum nú bara einn og Kalli Hermanns. Þetta var bara alveg stórkostlegu tími og gott að alast upp því að Keflavík var náttúrulega bara fótboltabær. Jónshús í Kaupmannahöfn nokkurs konar félagsheimili Íslendinga og þar hefur Halla Benediktsdóttir ráðið ríkjum undanfærin ár og svo úrræðagóð hefur hún þótt vera að hún hefur verið kölluð móðir Íslands í Kaupmannahöfn. Maður hennar Hrannar Hólm sem hefur kafað ofan í sögu Jóns Sigurðssonar og fleiri Íslendinga þar ytra og býður nú upp á leiðsögnum Kaupmannahöfn. Það talað á stór Kaupmannahafnarsvæðinu að það séu svona 4.500 Íslendingar og það séu svona alltaf 12.000 Íslendingar í Danmörku. Þannig þetta engin smá fjöldi. Þannig að það alveg nóg Íslendingar sem geta komið og nota húsið. Þá svona rann blóðið einhvern veginn til skildunar að maður þurfti að vita eitthvað Jón og Jónshús og alla söguna sem á bak við það og ég tók byrjaði að stúdera söguna dálítið mikið, byrjaði í kringum Jón Sigurðsson og allt slíkt og við fórum að fara göngur sem Jón hafði farið og gengum á slóðir Jón Sigurðssonar og fórum að posta því á Facebook og bjuggum til svona grúppu og svo vatt þetta alltaf upp á sig og svo fundum við alltaf fyrir og ég fann alltaf fyrir meira áhuga á sögu borgarinnar og héldum áfram að posta einhvern göngum á Facebook og svoleiðis. Og svo allt í einu gerðist það fyrir nokkrum árum að fólk voru að hafa samband við mig því að það hefði tekið eftir þessu og það voru margir að fylgja, það voru þúsundir manna að fylgjast með þessu sem að voru að segja, ok, getur ekki bara komið okkur í göng og satt okkur sögur. Og þannig byrjaði þetta.